Margir upplifa mikið álag í nútíma samfélagi þar sem kröfurnar eru miklar og hlutverkin mörg. Rannsóknir hafa sýnt að einn helsti streituvaldurinn í lífi okkar er það að ná að samræma þessi hlutverk og þá helst vinnu og einkalíf. Þetta reynist mörgum erfitt, meðal annars vegna þess að tæknin virðist hafa einhverju leyti gert skilin þarna á milli óljósari. Vinnan kemur með okkur heim og fjölskyldan mætir með okkur í vinnuna. En hvað getum við gert til þess að minnka stressið og skilja betur þarna á milli? Til þess að halda stjórn og verða ekki of stressuð, að þá þurfum við að gera skýr skil á milli vinnu og einkalífs. Við þurfum að til dæmis skilja vinnuna eftir í vinnunni þegar við löpum út. Síðasta lagi bara við síðasta ljósastaur á leiðinni inn til okkar heima. Það er mjög sniðugt að skipta föt þegar við komum heim, til þess að svona klæða sig úr vinnunni og í heimafötin. Það þurfa ekki að vera mikið merkilegri eða ómerkilegri, það skiptir ekki máli bara þessi önnur föt. Og að við séum ekki að rúlla yfir tölvupóstana þegar við erum sest niður í ró eftir kvöldmatinn eða fylgjast með því hvað var nú búið að svara þessum pósti sem ég sendi klukkan 4 og byrja jafnvel að svara sjálfur. Ekki opna skrifstofuna aftur klukkan 8 á kvöldin. Bara alls ekki, vegna þess að það hefur alveg sýnt sig að 8 tíma vinnudagur er frábært. Þannig að það er bara mjög fínt og fyrir okkur flesta þá dugar hann til að koma mjög miklu í verk. Þegar hann lengist mikið þá verða afköstin mikið lélegri og það sem verra er að vinnan fer frekar að elta mann heim og við fáum ekki fríð sem við þurfum á að halda til að mæta fersk daginn eftir. Já, það er búið að vera mikil umræða í þjóðfélaginu kulnun almennt og við hjá Virk, við höfum engar tölur hvort það hafi aukist eða hversu mikil fjöldi er að koma vegna kulnuna til okkar og það helgast nú bara því að kulnun er ekki formleg sjúkdómsgreining. En við aftur á móti höfum þessi aukningu í fólki, hjá fólki sem er að koma með kvíða og streitutengd vandamál og það hefur farið úr 40% og upp í 47% síðast 2016. Og einnig erum að sjá meiri fjölda af háskólamenntu fólki að koma til okkar og þetta fólk verið stundum vera með einkenni streitutengd vandamál, jafnvel kulnun. Þannig að, og við spyrjum fólk hvort það finni fyrir andlegri streitu í sínu starfi og það hefur farið svolítið upp hjá okkur súttala líka. Þannig að já, við erum að finna svolítið fyrir þessu. Svo gildir þetta nefnilega líka í hina áttina. Það er ekki sniðugt að taka heimili með sér í vinnuna vegna þess að þá erum við í rauninni að leggja það á okkur að vera í 2 krefjandi hlutverkum í einu. Við erum oft í krefjandi hlutverki heima fyrir að ala upp lítil börn eða sinna öldruðum foreldrum, það er jafnvel eitthvað veikindi sem við erum að sinna. Þannig að reynum að koma því þannig fyrir eins og við mögulega getum að heimilið sé ekki að elta okkur í vinnuna. Við séum ekki að reyna að redda og græja og gera og verkstýra einhverju heima fyrir þegar við erum í vinnunni. Nema séu þetta neyðartilvik, ef að barnið dettur á hausinn eða læst úti, að þá auðvitað hendum við öllu frá okkur og græjum það. En ef að barnið hringir til þess að spyrja hvort að megi fá nammi, sem er í skápnum, við þurfum að búa þannig hnútana að það sé ekki. Að þau viti það, börnin okkar og ættingjar okkar yfirleitt, að við þurfum frið í vinnunni til að einbeita okkur að krefjandi verkefnum þar og við þurfum að minna okkur sjálf á það líka. Þetta er líka mjög þreytandi fyrir vinnufélagann ef öll fjölskyldan er einhvern veginn inn á gafli í vinnunni og við erum alltaf í einhverjum samræðum við einhverja sem koma ekki þessum vinnustað við. Það getur verið mjög líðandi. Fólk er svolítið að skoða póstana sinna eftir vinnu og jafnvel helgar og svo er alltaf eitthvað það að fólk er jafnvel notar bara einn netpóst og þá vinnupóstin sinn. Þannig leið á að fyrir að kíkja á pósta frá vinnum sínum og annað þá er það bara komið hreinlega mætt í vinnuna sem er náttúrulega ekki gott. Og síðan erum við líka, náttúrulega við erum öll í mörgum hlutverkum. Við erum uppalendur, við erum í vinnunni og við erum jafnvel með aldraða veika foreldra og annað. Og þegar álagið er orðið þannig að það er orðið álag heima fyrir líka og jafnvel í vinnunni og við erum ekki að ná kannski að skilja á milli og þá erum við svona kannski að lenda í meiri streitu og jafnvel að detta inn í kulnun. Því við hjá Virk notum eiginlega hvert tækifæri til að svona aðeins að tóna svolítið niður þessu umræðu sem er í þjóðfélaginu kulnun. Það eru ekki allir sem betur fyrir konum með kulnun þó við finnum fyrir streitu. Streita er í rauninni bara góð upp á vissu marki, hún hvetur okkur áfram og hjálpar okkur að klára verkefnin okkar. En þeir sem að lendi í kulnun í starfi, það eru eiginlega þeir sem eru með álag á öllum vígstöðum, bæði heima fyrir og í vinnunni og þar að leiðandi náður aldrei að hlaða batterín. Þannig að ef við erum bara með streituna, náum að hlaða okkur á milli, þá erum við bara góð.
Það gagnlegt að horfa á líf sitt svona sem, fullt af krefjandi, skemmtilegum hlutverkum sem að við völdum okkur sjálf og frábært að vera í og geta farið á milli og frábært að okkur sé treyst til þess að sinna þessum hlutverkum, en það alls ekki sniðugt að reyna að vera í 2 hlutverkum í einu. Það klúðrast hjá okkur öllum. Við konur segjum stundum, ég get nú gert 20 í einu og það ekki rétt. Við bara getum ekkert gert 20 í einu vel. Við getum svo sem alveg þjálfað okkur í að halda mörgum boltum á lofti, sinna heimilinu, sinna vinnunni, en það alltaf, við þurfum alltaf að greiða toll og sá tollur alltaf af okkur sjálfum. Og við erum þá aðeins of annars hugar og aðeins of mikið til hliðar við okkur í báðum hlutverkum. Þannig að það ekki gagnlegt, bara alls ekki. Notkun á snjallsímum hún alltaf út allt hjá okkur og hefur aukist mikið á síðustu árum og svo það samfélagsmiðlarnir. Við höfum velt þessu mikið fyrir okkur, sérstaklega í tengslu við forvarnaverkefni hjá okkur hjá Virk. Og við erum að sjá það að fólk mikið í símanum og það upplifir mikið áreiti frá þeim. Þetta hefur jafnvel áhrif á svefni hjá fólki og getur valdið því að fólk kannski til lengdar að sofa allt og lítið. Hitt með samfélagsmiðlana og það það sem okkur finnst kannski mest sláandi og rannsóknir hafa sýnt að þetta veldur því að við erum alltaf í stöðum samanburði. Við erum í stöðum samanburði við alla þá sem eru vinir okkar á samfélagsmiðlunum. Hvað eru þeir að gera og akkur þeir að gera eitthvað mikið meira spennandi heldur en ég að gera. Og þeir sem eru kannski veikir fyrir og eru kannski konum í heilsubrest, tala um kvíða og þunglindi, að þeim líður oft ennþá verð að fara inn á samfélagsmiðluna og sjá það sem endurspeglast þar og það náttúrulega þessi glansmynd af fólki. Við erum yfirleitt ekki að setja kannski raunveruleikann inn á samfélagsmiðluna, heldur erum við svolítið að fegra hlutina og það lítur allt svo rosalega vel út og þá líður fólki ennþá verð og stundum meira þess að því haldi fram að samanburður sé rót allrar óhamingju. Það að vera í símanum í tíma og ótíma eða í tölvunni í tíma og ótíma, það bara hegðun. Það ekki náttúrulögmál, það ekki eitthvað sem að einhver að krefjast af okkur að við gerum. Við verðum sjálfu þetta að setja þessi mörk og ramma þetta inn til þess að við höfum þetta á valdu okkar, en það hafi okkur ekki á sínu valdi. Og þetta eitthvað sem við erum að læra og nú erum við svo rosalega upptekin að tækninni hvað hún æðisleg að við fáum ekki nóg af henni. Við munum læra þetta, ég hef engar áhyggjur af því og við erum núna orðin til dæmis uppteknari og meðvitaðri það að við þurfum að stýra sér að hegðun hjá börnunum okkar. Við getum ekki endalaust sett iPadinn á nefið á barninu og til að fá frið. Þá verður barnið bara óvirkt í sínu og lærir ekki og við örfum það ekki nóg og það missir af mörgu. Þannig að við erum að átta okkur á þessu og við fullorðna fólki þurfum auðvitað að vera góðar fyrirmyndir þarna. Það bara góð spurning hvernig maður á að halda þessu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Ég held að það sé bæði vinnustæðarnir og einstaklingunum sjálfur sem þarf að axla ábyrgð þar. Vinnustæðarnir geta sett sér reglur til dæmis tölvupósta og þá ég sérstaklega að tala um pósta sem eru sendir utan hefðbundins vinnutíma og tala nú um ef fyrirtæki eru ekki með vaktavinnu og fólk þarf ekki að vera að vakta einhver störf. Fyrir utan hefðbundu vinnutíma og til dæmis í Frakklandi þá hafa verið sett lög, þau voru sett 2017 varandi það að fyrirtæki þyrfti að setja mörk á það hvenær má senda pósta á sína starfsmenn og í Þýskalandi þá hefur einn bílaframleiðandi gengið svo langt að þeir ákváðu að þegar meðan starfsmenn í löngu sumarleyfi að þá öllum póstum sem berast til þeirra þeim eitt og sá sem að sendi póstin færa vissulega skilaboð þess efnis. Þannig að þegar fólki kemur tilbaka útkvillt úr fríinu að þá býður þeir ekki 300-400 tölvupóstar sem að þarf að byrja að grafa sig í gegnum sem getur hreinlega bara samkvæmt rannsóknum svolítið eitt þessum góðu áhrifum af fríinu. Ég sjálf ansi upptekin af þessum skilum milli vinnu og einkalífs. Af því að ég vinni svo margir aðrir svona andlega krefjandi vinnu og hausinn á manni svo flókinn og hann getur farið að festast í einhverju og við höldum áfram að glíma með einhver viðfangsefni og okkur finnst við ráða illa við það. Og þess vegna mjög sniðugt og ég hef lært það að láta hegðunin að hjálpa sér. Að hegðunin sem ég sýni fyrir utan vinnustaðinn eða temjér, síður og venjur sem ég temjér fyrir utan vinnuna hjálpa mér að gefa vinnunni frí eins og að vera með plön með eitthvað skemmtilegt þegar ég í fríi. Það auðvitað alltaf ansi góð og gagnleg leið að hreyfa sig. Hreyfing hún hleypur út andlegu spennunni og tekur spennuna úr skrokknum og við slökum betur á og sofum betur
og við upplifum skemmtilegan félagsskap með öðru fólki og endorfínið og allt það. Þannig að hreyfing finnst mér vera kannski númer 1, 2 og 3, svona vinur nútíma mannsins í öllu þessu áreiti, og svo þetta að eiga félaga sem að maður tengist í gegnum eitthvað allt annað, eins og bara félag sem maður hjólar með eða golfar með eða veiðir með eða gerir eitthvað á einhverja skemmtilegar upplifanir með.